Komið sæl og verið velkomin í sjónvarp Víkurfrétta. Við ætlum að ræða málefni United Silicon kísilversins sem að hóf starfsemi nýlega í Helguvík. En miklar umræður hafa verið í samfélaginu hér á Suðurnesjum vegna mengunar frá verksmiðjunni. Hjá mér eru Sigríður Kristjánsdóttir frá Umhverfisstofnun og Kjartan Már Kjartansson bæjarstjóri. En þið voruð mitt saman á fundi í morgun, Sigríður. Var bæjaráð að taka þig á teppið eða? Kannski ekki hægt að segja það beint, en við áttum mjög góðan fund. Það var semst bara verið að fara yfir málefni þessara verksmiðju í Helguvík og við vorum svona að upplýsa Umhverfisstofnun okkar eftirlit og starfsleyfið og svara spurningum sem hafa verið að koma upp, þannig að þetta var bara mjög góður fundur. Voru einhverjar heitar spurningar sem að komu upp strax á þessu fundi í ykkur, Kjartan Már? Í bæjaráði? Já, heitar spurningar, ég veit ekki, bæjarfulltrúar voru undirbúnir og voru með alls konar spurningar sem snúa bæði að kannski núverandi ástandi, forsendum starfsleyfis og svo framtíðar, svona hvernig framtíðin lítur út. Og þetta voru bara fínar umræður, fullt af góðum spurningum og við fengum, held ég geti sagt, mjög greina góð svör. Hvað getur þú sagt okkur helst frá þessu, Sigríður, það sem að kannski, ef að ég tala fyrir munn, kannski bæjarbúa sem að hafa svona lýst skoðun sinni að víða að undanförnum meðal annars á samfélagsmiðlum og bara svona manna í millum, þá þessi mengun sem að reykmengun og lyktarmengun sem fólk hefur miklar áhyggjur af. Já, þeir fóru náttúrulega á stað þarna 11. nóvember og eru búin að vera núna, rúmar næstu 3 vikur. Og þeir eru í byrjunarfasa og það hafa verið að koma upp atvik sem að, við höfum fengið ábendingar og við höfum farið 3 sinnum í eftirlit til þeirra núna og bæði snýr þetta að þessum reyk sem að koma frá þeim sem ekki að fara í gegnum þá hreinsivirkið eins og starfsleyfið kveður á og hins vegar það þessi lykt sem að menn kvarta sem að lýsir sér svona eins og lykt af brennandi við eða timbri eða eitthvað slíku sem að valda óþægindum. Starfsleyfið náttúrulega fjallar að allur reykur á að fara í gegnum reykhreinsivirkin. Þessi lykt kannski eitthvað sem ekki beint tekið á í starfsleyfinu en við höfum verið að fara vel yfir þetta með fyrirtækinu af því að við vitum náttúrulega að við svona brunalykt að það fylgir henni einhver ákveðin efni. Þess að þegar þú ert að brenna timbur og þá myndast lífrænar sýrur, kolmónoxíð og eitthvað svona efni sem að geta valdið óþægindum og ertingu og þess vegna náttúrulega ástæða til að fylgja því vel eftir og hefum fengið ákveðna skýringar á því, þeir eru náttúrulega í upphafsfasa, þeir eru ekki búin að ná fullum hita í ofninum og aflið ekki komið á fullt, þannig að þegar ofnin komin í fullt hitastig og aflið orðið eins og það á að vera, að þá á þessi lykt að hverfa, samkvæmt okkar upplýsingum. Þannig að þetta svona bara, við erum bara að reyna að fylgjast mjög vel með, við erum í daglegum samskiptum við fyrirtækið og erum eins og ég segja að fara í eftirlit, höfum skrifað núna draugaskýrslu sem við höfum sent á fyrirtækin og þeim gefst kostur á að fara yfir þá skýrslu og síðan verður hún gerð opinber þegar því er lokið. Nú, þetta var svona fyrst fyrir kannski 10 dögum, 2 vikum síðan. Hefur séð breytingu í jákvæða veru hvað mengunina varðar á þessum tíma? Því að þú segir að þið séu hreinlega að vakta verksmiðjuna? Sko, við fórum þarna fyrst þegar kom þessi ábending lykt, þá fórum við nú bara á staðinn, vildum bara staðfesta lyktina sjálf og gátum gert það, við fundum mjög mikla lykt og síðan þessi 2 önnur skipti sem við höfum farið, þá höfum við fundið ekki þessa lykt aftur, þannig að það bendir til þess að þetta fari eitthvað minnkandi. En við höfum samt verið að fá ábendingar, bara síðast í gærkvöldi voru menn að finna þessa lykt, þannig að þetta eitthvað sem við þurfum að halda áfram að fylgjast vel með og fá upplýsingar stöðuna. Getur þú svarað þeirri spurningu að ef maður spyr, eitthvað möguleiki að þetta verði viðvarandi? Telur eitthvað líkur á því að þessi mengun verði ekki hægt að losna við hana? Þessi brunalykt það var það. Já, og reykurinn líka? Já, sko reykurinn á náttúrulega allur samkvæmt starfsleyfinu að fara í gegnum hreinsivirkið, þannig að við munum bara fylgja því eftir að þeir standi við það
það sem stendur í starfsleyfinu og munum fylgja því eftir. Lyktin eins og ég segi eitthvað sem að mun væntanlega hætta. Ég bindi vonir við það, ég meina þær upplýsingar sem ég hef og þeir sérfræðingar sem ég hef talað við að þeir segja það að hún muni hverfa þegar sem sagt, fullur styrkur eða fullt hitastig næst á ofninn. Kjartan, nú hefur þú rætt við forráðamenn verksmiðjunnar alveg nánast frá því að þetta kom fyrst upp og ert náttúrulega mikið inn í þessum málum að undanförnu og eftir þennan fund með Sigríði í morgun. Hvernig staðan, hvernig metið þið hjá bæjarfélaginu stöðuna? Já, við metum hana í rauninni bara eins og hér hefur komið fram og kom fram hjá Sigríði. Þetta byrjunarfasi, hins vegar lofa þeir því og að þessum fasa fara að ljúka. Við hefðum náttúrulega viljað sjá þetta gerast mun hraðar, þannig að þetta ástand sem hefur varað í sveitarfélaginu núna undanfarnar vikur, getum við sagt, að það hefði ekki komið til þess, en við höfum líka sýnt í ákveðin skilning að þarna nýja verksmiðju að ræða, það mikið af nýju starfsfólki og menn eru kannski að fara sér hægar í þessum byrjunarfasa heldur en upphaflegar áætlanir gerðu ráð fyrir, meðal annars út af þessu. Og við svona sýnum því ákveðin skilning í einhvern ákveðin tíma. Ég veit ekki bara hversu langur sá þráður hjá bæjarfulltrúum til dæmis og okkur, en það styttist hratt í honum, skulum við segja. Getur reykur og þessi lykt, getur þetta verið forsendubrestur jafnvel fyrir starfsleyfinu? Ef við myndum stutt svar við því. Forsendubrestur bara getur verið afturkallað bara starfsleyfi ef að þetta yrði svona. Umhverfisstofnun hefur ákveðin þvingunarúrræði sem hún getur gripið til þess að knýja fram úrbætur. Þar á meðal er áminningar, dagsektir, takmörkun á starfsemi, hugsanlega lokun ef að frávikin eru mjög alvarleg. Þannig að við höfum þvingunarúrræði sem við getum beitt og erum alveg vön að beita þvingunarúrræðum. Þannig að talandi loftgæðin, nú hefur verið talað að það séu mælistöðvar. Getur þú aðeins lýst í fyrir okkur hvernig þetta gerist? Ég veit að þetta inn á einhverjum síðum en þú getur kannski lýst í fáum orðum, svona hvernig þetta fer fram. Já, það náttúrulega búist við loftmengun frá fyrirtækinu, þess vegna gerð krafa það að þeir vakti loftgæðin í kringum sig. Og það eru 3 loftgæði mælistöðvar sem eru staðsettar allt í kringum verksmiðjuna. Ein milli Helguvíkur og Heiðarhverfis cirka, nálagt bílalegum sem þar eru, sem að mælir í rauninni brennisteinstvíoxíð, köfnunarefnisóxíð og ryk, og síðan önnur við leiruna, hinum megin við hjá golfvellinum sem að mæla það sama, og svo ein í Hesthúsahverfinu sem að mælir bara brennisteinstvíoxíð. Svo höfum við hugað því að koma upp mælistöð inn í Heiðarhverfi, nálægt Heiðarskóla. Umhverfisstofnun á færanlega stöð sem og hún vill koma þar upp, þannig að það svona í bígerð á næstunni. Ég verð að spyrja líka aðeins út í umtala loftdreifi líkan sem svona einhvers konar spá. Getur þú aðeins útskýrt það fyrir okkur? Já, loftdreifi líkan er spá hvernig mengunarefni dreifast frá verksmiðjunni og þú þarft að nota ákveðin spálíkun til þess. Fyrirtæki bera sjálfsögðu ábyrgð á þessu líkani og þeim gögnum sem þeir leggja fram. Fyrirtæki leggur fram þetta líkan? Já, það er fyrirtæki sem leggur það fram. Þeir þurfa að gefa sér ákveðna forsendur losun af mengandi efnum frá fyrirtækinu og leggja það fram í matsferlinu, í ferlinu sem fer fram við mat á umhverfisáhrifum. Umhverfisstofnun gerði meðal annars athugasemdir við þetta loftdreifi líkan þegar það var í matsferlinu. Við töldum að þeir væru að vanmeta losun á brennisteini til dæmis og það líkan var uppfært með tilliti til þeirra athugasemda. Það hefur verið svona spurning hver gerði þetta líkan og hver ber ábyrgð á því. Við segjum það er fyrirtæki sem ber ábyrgð á þessu líkani og það er alveg skýrt í ferlinum. Það er engar kröfur í matsferlinu beint að það sé ykkur vottaður aðili sem að gerir svona útreikninga en ég get minnst á það að það var farið mjög ítarlega yfir þessi líkön. Líka í matsferlinu fyrir Thorsil að þá fékk Skipulagsstofnun óháðan aðila frá Háskóla Íslands til að fara yfir bæði líkani frá Samvinna Silicon og frá Thorsil
og sá sérfræðingur mat þessi líkön bæði gild, það væri takmarkandi hægt að taka mark á þeim sem sagt og þó að það væri aðeins mismunur á þeim þá væri það bara eðli spálíkanana þess menn notuðu mismunandi spálíkon einn notaði eitthvað sem hét ermót og hinn notaði eitthvað sem hét kalpöf eða eitthvað svona ef við förum út í fræðilegt eitthvað en allavega þá búið að fara yfir þessi líkon og þau voru metin sem áræðanleg en ég vil samt minnast á það að í umhverfisvöktunar áætlunni fyrir fyrirtækið að þá höfum við gert þá kröfu að eftir 1 ár í rekstri að þá verði líkanið endurreiknað líka að því að við erum að safna veðurgögnum á bæði mælustöðuna í Leirunni og í Helguvík sem að gefur okkur miklu betri upplýsingar veðuraðstæður á svæðinu og þá eru líka búið að safna mæliniðurstöðum á þessum 3 stöðum og allt þetta í rauninni input inn í nýtt líkan sem að verður þá reiknað eftir 1 ár sem að þá ennþá nákvæmara líkan heldur en það sem að var lagt fram í matsferlinu. Síðan hefur Verksmiðjan leyfi til þess að stækka í rauninni 3-falt. Það komin 1 ofn að geta orðið 4 og við erum að tala að það sé að fara að rísa önnur Verksmiðja Kjartan með viðbröðu núna við þessari mengu sem varð, hvernig horfur á þetta, þetta svona áhyggjumál fyrir ykkur hjá bæjarfélaginu? Sko, ég gerir ráð fyrir að menn dragi lærdóm af þessum ferli sem að nú er í gangi þannig að starta upp á fleiri ofnum hjá þessari tilteknu verksmiðju verði við getum sagt betri eða það verði ekki þetta samónaði bæði að því að starfsmenn og allir verða reynslunni ríkari og búin að læra betur á þetta en svo líka möguleiki á að nota í uppkeyrslu eins og til dæmis Thorsil hefur sagt okkur aðstandendur þeirrar verksmiðju að þeir noti annað efni heldur viðarspæni til þess að kynda upp í ofninum þannig að það sé ekki þessi lykt, þessi viðarlykt og ekki þessi reykur af þeim efnum þannig að við verum bara að vona og gerum þá kröfu í rauninni að þessi leikur endurtaki sig ekki. Nú eru þið svona í kannski svolítið skrítinni stöðu hjá bæjarfélaginu það verið að tala að það að koma verksmiðjur inn á þetta svæði sem hefur fyrir löngu síðan verið viðurkennt sem iðnaðarsvæði bæjarins og það skapast á þessu náttúrulega verulega tekjur munu þær skipta miklu máli fyrir Reykjaneshöfn þessar tekjur sem munu koma á þessum verksmiðjum á næstu árum og áratugum? Já, sko, tekjurnar í tengsli við þessar verksmiðjur, tekjur hafnarinnar eru fyrst og fremst af vörugjöldum og skipakomum bæði til og frá og það fyrirsjáanleg mjög mikil umferð Helguvíkurhöfn á næstu misserum og árum sífellt að aukast út af þeim þannig að já, það hefur mikið að segja fyrir rekstur hafnarinnar og þar með sveitarfélagsins því að höfnin ein af undirstofnunum Reykjanesbæjar og uppbyggingin sem þar hefur verið og fjárfestingi sem að sett hefur verið í Helguvíkurhöfn upp á marga milljarða króna og vegum marga milljarða eftir til þess að fullklára þá fjárfestingu og höfnina eins og ná að líta út endalega gera ráð fyrir mikilli skipaumferð þar í gegn þannig að ég verð að svara því játandi að þetta skiptir sveitarfélagi gríðarlegu máli. Á fundi skipulagsmál Reykjanesbæjar hér í bæjarfélaginu í þessari viku var greint frá því að í Helguvík ekki gert ráð fyrir fleiri svona verksmiðjum. Nei, í draugum að endurskoðu aðalskipulagi sem við erum að vinna í núna og var til kynningar og búið að vera á 3 íbúafundum til umræðu að þar kemur fram að í greinargerð með nýja aðalskipulagi þá segja menn sko það verður ekki heimiluð starfsemi frekari starfsemi verksmiðja sem eru líklega til að valda loftmengun á andrúmslofti. En við vitum líka að það fylgir allri atvinnustarfsemi einhvers konar mengun, hvort að það sjónmengun, loftmengun, hljóðmengun eða hvað það nú allri stóriðju og Helguvík skilgreint sem iðnaðarsvæði og meðal annars fyrir stóriðju. En það sem að setja þarna ákveðin punkt við það. Það verður ekki frekari mengun að ræða heldur en af þessum 3 verksmiðjum sem að hafa eða eru við það að fá starfsleyfi, ég meina álver
og þessar tvær kísilmálmverksmiðjur. Og það gert ráð fyrir því Sigríður að mengunum frá þessum tveimur, jafnvel 3 verksmiðjum, reyndar eru nýjastu fréttir þær að það er kannski ekki mikla líkur á álver rísi, en enga sér ef við tækjum bara þessar 2 verksmiðjur fullbúnar að mengunum frá þeim sé innan þeirra marka sem að þið setji? Já, það er sem sagt, þeir fá bara ákveðin mörk á það sem þeir mega losa og út frá því þá hafa þeir reiknað það út að loftmengun fari ekki yfir heilsuverndarmörk í byggð en það var reynda niðurstaðan að umhverfismati beggja þessa verksmiðja að þær myndu hafa áhrif á loftgæðin í sveitarfélaginu þannig að þau myndu rýrast en þó þannig að það færi ekki yfir þessi svokölluðu heilsuverndarmörk í bygginni. Nú þurftu það að auglýsa aftur varðandi starfsleyfi hinnar verksmiðjunar, Thorsil verksmiðjunar sem hefur ekki verið byggð þarna. Getur aðeins útskýrt stöðuna í því máli núna? Já, það starfsleyfi var kært til úrskurðarnefndar og úrskurðarnefndin úrskurðaði í rauninni að það þurfti að auglýsa það aftur. Það féll á formgalla af því að það var ekki auglýst í nógu langan tíma, það munaði 2 dögum. Og þess vegna er það núna í auglýsingu aftur og það er hægt að finna þá auglýsingu inn á vef Umhverfisstofnunar og það er enn hægt að gera athugasemdir við þá tillögu þannig að það er hægt að gera skriflegar athugasemdir og senda bara á póstfangstofnunarinnar og ef að menn hafa efnislegar athugasemdir við það starfsleyfi. Ég held að sé fram í byrjun janúar. Já, 2. janúar. Nú eru nokkuð þúsund manns búin að skrifa undir í undirskriftasöfnunum að rifta samningi við Thorsil. Er það eitthvað, hver er staðan á því? Er eitthvað möguleiki á því að næstu verksmiðju að hún bara fá ekki leyfi? Það er eitthvað sem að kemur ekki beint inn á borð til Umhverfisstofnunar. Við erum með ákveðna forsendur fyrir starfsleyfinu sem að ég held að hafi ekki breyst mikið, allavega náðu auglýstu við það aftur nánast óbreytt, þannig að forsendurnar hafi ekkert breyst fyrir því starfsleyfi. Skiptir þá engu máli hversu margir koma með athugasemdir til dæmis til ykkar út af auglýsingunni? Það náttúrulega bara eftir eðli athugasemdana en það þarf þá eins og ég segja að vera einhverjar mjög breyttar forsendur fyrir því að það þurfi að þá kannski fyrsta lagi breyta starfsleyfinu eitthvað eða breyta kröfunum. Svo sem ekki líklegt að þetta hafi þau áhrif að það verði ekki gefið út en eins og ég segi það þarf ákveðnar þá bara mikla forsendubrestur fyrir forsendubrestur, já, ég skilji. Kjartan, þið hljótið samt að hafa svona áhyggjur af því ef að mörg þúsund manns er að mótmæla því að næsta verksmiðja verði byggð? Sko, í síðustu sveitarstjórnarkosningum 2014 og í rauninni lengra aftur hefur komið fram vilji allra, held ég að ég geti sagt, framboða og allra bæjarfulltrúa sem nú sitja í bæjarstjórn Reykjanesbæjar til þess að ljúka við þessi verkefni sem að voru sett af stað fyrir þessar áðurnefndu síðustu sveitarstjórnarkosningar. Og ég hef ekki fengið önnur skilaboð eða heyrt neina áherslu breytingu hjá bæjarfulltrúum í þeim efnum og meðan þá vinnum við embættismennirnir og kerfið vinnur að því bara að standa við gerða samninga og gefa loforð óháð því hvenær þau voru gerð eða hverju voru við stjórnvöldin þá eða hvað kerfið heldur bara áfram þar til að einhver gefur einhver önnur skilaboð. Við höfum ekki fengið þau þannig að við höldum bara áfram að vinna að þessum málum. Þú nefndir 1000 undirskrifta og það getur vel verið að þær undirskriftir hafi áhrif á kjörna fulltrúa, ég skal ekki það að segja en eins og ég segi á meðan að við fáum ekki önnur fyrirmæli eða aðra stefnu eða mikla stefnubreytingu á hálfu bæjaryfirvalda þá höldum við áfram bara að standa við gerða samninga. Þannig að það er, ef við tölum bara skýrt þá er ekki mikla líkur á því að hversu margir skrifa undirskriftalista mótmæli við næstu verksmiðju, það hefur ekkert að segja í rauninni. Já, ég ætla ekki að segja það en það er kjörnum fulltrúa verða að svara því hvort að það myndi hafa áhrif á þeirra ákvörðun eða... En það er rauninni líka bara orðið á seint, er það ekki? Ég meina þetta sama þó að allir bæjarbúar muni mótmæla því að næsta verksmiðja rísi, þá bara er ferlið, þá er staðan í ferlinu orðin þannig að það er bara orðið of seint. Það má alveg segja það
Já, þú ert að segja það, Sigríður. Voru ákveðnar forsendur fyrir þessu starfsleyfi og það ákveðið ferli þegar þú sækir starfsleyfi og þarft að fara í gegnum ákveðið ferli og það hefur raunin ekkert breyst neinar af þeim forsendum fyrir þessu starfsleyfi sem var gert og auglýst hérna áður og gefið út. Þannig að við sjáum ekki að það verði stórkostlegar breytingar þar á, sko. En Kjartan, það er hægt að spyrja þig svona eða ykkur í bæjarstjórninni svona, er hægt að draga eitthvað lærdóm af þessu, hafið þið svona rætt málin svona, þú veist, það hefði kannski mátt gera þetta einhvern veginn öðruvísi, fóru við á Geist eða minn eitthvað aðeins að horfa svona í baksýn í speilin ef við getum orðað þannig í þessu máli? Ég held að, já, örugglega má draga af þessu lærdóm og margvíslegan lærdóm. Ég held hins vegar að menn verða að hafa kannski aðeins í huga ástandið sem að hér ríkti á þeim tíma þegar þessar ákvarðanir eru teknar. Þá atvinnuleysi hér í sögulegu hámarki, mikil og erfið staða víðast hvar hér á Suðurnesjum, Helguvíkurhöfn illa nýtt eða ónotuð að miklu leyti og svona þetta einhvern veginn var töfra orðið eða töfra lausnin þá og tvær frekar en ein. Ég held að menn verða aðeins að hafa það svolítið í huga líka. Nú eru breyttir tímar og nú vantar fólk alls staðar og allir hafa næga vinnu og það er mikil tekjuaukning alls staðar og þetta lítur allt saman ekki betur út. Ef að menn hefðu séð það fyrir einhverjum árum, þá getur vel verið að ákvarðanirnar hefðu orðið öðruvísi. Ég held að menn verður svona aðeins að horfa á þetta í þessu samhengi líka. En mér langar að svona kannski koma því að hér að það sem að kom fram í máli Sigríðar áðan að það er búið að ákveða, það var ákveðið þessu fund í morgun að fjölga mælistöðum eina núna og Umhverfisstofnun á svona færanlegan eða hreyfanlegan búnað sem að hún að fara að koma fyrir í samráði við okkur, Reykjanesbæ á næstu dögum, líklegast eitthvað staðar í nágrenni við Heiðaskóla og annað sem við ræddum á fundinum í morgun og ákváðum og Sigríður fer með það heim í sína stofnun að við ætlum að reyna að efna til íbúafundar núna í desember fyrir jól þar sem að fulltrúar Umhverfisstofnunar og bæjaryfirvalda sitja frá fyrir svörum og við förum yfir málið og íbúum gefst kostur á að spyrja sérfræðingarna út í stöðum. Bara svona eitt í blá lokin. Við hér hjá Víkurhöftum höfum aðeins verið að fjalla svona útlitið frá þessum verksmiðjum og fólk hefur skoðun á því líka og Keflavíkurbjargi sem er upplýst okkur svona helsta stolt Reykjanesbæjar hvað fegurð og svona í umhverfinu. Þetta hefur haft svolítið áhrif á það og fólk að sjá eins og þessa verksmiðju núna bara keyrandi frá Reykjavík á Reykjanesbrauti. Er þetta eitthvað sem kom inn á borð hjá ykkur? Skiptið þið ykkur eitthvað af útlitinu í Umhverfisstofnun? Nei, það er ekkert. Það er ekki hjá ykkur. Nei. En hjá ykkur, Kjartan, er þetta í ferlinu koma eigandunum með teikningar og segja svona verður þetta og svo bara gerist þetta allt öðruvísi? Hvernig gerist þetta? Já, þeir gera það og teikningarnar taka samt breytingum eftir því sem að hönnunin þróast og það er teikningar, kannski fyrstu teikningar sem settar eru fram, ég kann nú ekki ártölin í þessu alveg en það er mörg ár síðan að fyrstu teikningar komu, allir hafi ekki verið í kringum 2000 og milli 2008 og 2009 eitthvað svona, sem að fyrstu teikningar koma og síðan heldur hönnunin áfram að þetta þróast og tekur einhverjum breytingum. Hins vegar ég alveg með það á hreinu að því að þú talar um hæð og stærð bygginga að þær byggingar sem að nú hafa risið í Helguvík, þær eru allar innan ákveða deiliskipulags á svæðinu. Þannig að það má samkvæmt skipulaginu reisa svona háa byggingar eða svona háa turna eða slíkt og á meðan að það er svo þá heldur það brýtur ekki á því en fagurfræðilega er það svo smekksatriði örugglega misjafnt og mennirnir margir þó ég svona þykist nú vita að það finnist þetta engum fallegt en það er svo mikið matsmál þannig að þetta verður bara að miðast við deiliskipulagið og þessar byggingar eru innan þeirra ákvæða sem að það koma fram og þá er þetta samþykkt. Er eitthvað hugmyndur að setja upp kannski eitthvað
garða til þess að, hvað getur þú sagt, hilja þetta útsinni frá vissum stöðum eða hefur einhver slík umræða átt sér stað? Já, hún hefur átt sér stað og menn tala svo kallar grænt teppi og setja einhver tré þarna fyrir og reyna að hilja þetta með einhverjum hætti og það má vel vera að það verði gert og að það hjálpi en ég held að það þurfa að vera ansi stór tré til þess að hilja þetta algjörlega. Til dæmis ef þú horfir út á berg frá þegar þú aka frá flugstöð Leifs Eiríkssonar þá ertu það mikið hærra. Þú horfir í rauninni niður á þetta svæði og til þess að hylja það fyrir að því menn hafa nefnt ferðaþjónustu og útlendinga sem hingað koma, þetta sé nú ekki allir mynd sem takja mótið. Þá þyrfti það nú að vera held ég aðeins háa sem skógur til þess að hylja það. Takk fyrir komuna, Sigríður frá Umhverfisstofnun og Kjartan Már frá Reykjanesbæ og við ljúkum þessari umræðu málefnin í Helguvík að sinni. Takk fyrir og verið sæl.